Það geta kynnað þennan. Hvað segir Bjössi minn? Ég brattur bara. Jú. Heyrðu, hvað þurfum við að gera til að vinna Stjörnuna í þessum toppslag sem allir bíða eftir sem hafa einhvern áhuga á fótbolta heima? Við þurfum að spila bara okkar leik og vera á tánum og vera meðvitaður það að smáatriðin skipta máli í þessu. Allar dekningar og það ekkert kæruleysi í rauninni leyfilegt í þessum nema kannski bara inn á sóknarfriðunum en svona hæfilegt kæruleysi þar skilur. En annars þetta bara náttúrulega spurningum sentimetri í þessu sko. Þetta eru tvö klassalið, Stjarnan með mjög gott lið og við líka, þannig að þetta eru smáatriði, það alveg á hreinu. Svarana, kæruleysi, fannst þér, það var svolítið skrítið lögataskvöldið síðast á móti Fjölni. Fannst þér verið eitthvað slen eða kæruleysi yfir okkar mönnum svona kannski, eigum að segja hvað, fyrstu 27-30 mínútur á móti Fjölni? Þeir voru svona ólíkir sjálfur, sendingar leið annars. Já, nei, sko, málið það sem gerist að við erum hérna að spila á móti bara liði sem þeir mættu bara grimmi til leiks, það bara þannig. Og menn voru ekki í neinu sleni, það sem var að gerast var að við erum að spila á hvern annan og þá eru menn að spila í rauninni, ég spila á þig og þú á mig og svo erum við alltaf að spila bara á næsta mann og bara beint á menninu. Þannig að það virkar bara hægt spilið þó að menn sé að gera hlutinu. En leið og við fórum að senda aðeins fyrir framan menn, þannig að menn fara á stað og slepp út einum og einum, þá kemur hærra tempo á þetta. Menn það ekkert slen eða eitthvað svona, þetta bara, svona bara fótboltaleikur. Ég meina og stundum spilast á þannig að þú ert að reyna einhverja hluti og breytir því svo aðeins og þá breytist takturinn í leiknum. En ég meina, menn voru að reyna, ég meina það var ekkert vegi, ég meina þeir fengum tvö færi hérna. Anstæðingurinn fer eins og við höfum reyndar að segja fólki, hann fer nú inn oft fram völlin líka sko. Þetta eru hörkulið sem við erum að spila við hérna sko. Þannig að það má ekki vera orðið þannig að þó að menn sé ekki búin að skora þetta í 5 mínútur þá sé allt komið á límingunni sko. Farið á límingunni. Það rétt. Eitt svolítið fróðleg punktur sem þú talar um þannig sko að eins og þú lýsir menn hafa ekki verið með slen. Þetta eitthvað, bara munurinn eins og hvernig liðin að mæta okkur, þetta eitthvað sem að þið þurfið þið eitthvað að ræða þetta kannski eins og í hálfleik við strákana eða pikka þeir þetta bara upp, að þið kannski að breyta eða gefa metran fyrir fram? Já, ég meina þá þeir bara pikka þetta bara upp sjálfur, skynja með leikinn. Fótbolti öðruvísi heldur en kannski, heldur en, fólk sem að hlusta á þetta vitar átt að segja því að knattspyrna öðruvísi heldur en handbolti og karfa og blak og þessu íþróttir sem þú tekur bara leikhlið eitthvað vesinn. En inn í leiknum sjálfum þá maður bara að spila og það eitthvað fas í gangi og þess vegna koma liðin oft út í seinni hálfleik öðruvísi heldur en að gera þá ertu búin að ná að ræða málinu þessi. Og það það bara menn ræða þetta sín á milli, menn ekki inn á miðjunni og að tala við kantmenn og þetta bara atburðarás sem inn á vellinu og bara fram og tilbaka og svo setjast menn aðeins niður og ræða þetta í hálfleik og ég meina, það bara eins og það ég meina, stundum, breytast hlutinni til batnaðar og ekkert mál með það og þetta 90 mínútur þannig að menn getur alveg verið rólegir þó að það sé nú ekki komið 2-3-4-0 í hálfleik sko. Býstu við með reikna með því að ég reikna ekki með því að verið 2-3-4 í hálfleik á morgun? Það væri off held ég. Ég held að þessi leikur verði bara stál í stál sko, ég meina og ráðist ekki á þetta verða held ég ekki mörg mörg sko, þetta verður 1 mark til að frá sko, ég meina þannig að eins og ég segi, hvort liðið verður meira klátt á þessu, þér heldur einbeitinguna lengur út með fulla fókus á þessu. Við stuðningsmenn, við þekkjum ykkar aðferðið, næsti leikur og það hefur bara gengið vel og allt þetta. Já. Finnst þér þetta að vera eitthvað öðruvísi næsti leikur heldur en næsti leikur? Þetta aðeins stærra. Ég meina sko, næsti leikur við erum náttúrulega að spila við lið sem sko bara við hliðina á okkur og þetta eru þeir leikir oft kannski aðeins öðruvísi heldur en sko eða langt á milli liðana en við reynum alltaf að setja þetta bara upp, ég meina þetta eru 90 mínútur við förum inn og reynum að gera hlutina sem við leggjum upp með og að menn séu bara klára á sínu
Svo kemur það bara í ljós, en það kemur alltaf í ljós bara að finna inn á vellinu hvernig þetta rúlar sko. En auðvitað er þetta eini leikurinn í umferðinni, þetta er eini leikurinn í deildinni. Fullu völlur náttúrulega og stemming og allt þetta. Fullu völlur, sjónvarp, það er allir að tala um hennar leikar, allir að bíða eftir auðvitað, vitum við þetta, menn er ekkert algjörlega inn í sko einhverju blöðru og heyrir enga fréttir og ekki neitt sko, þannig að það er allir meðvitaður um þetta og þetta gefur þessu bara, þetta er bara geggjað og ég meina við erum eins og þessi skemmtilega klísja, við erum í það eins og fyrir svona leiki eins og maður segir sko, en það er alveg klárt mál að þetta eru geggjaðir leikir, þessir svona svokallaðir toppslægir, úrslitaleikir eins og maður segir. Það er bara, það togar það besta út mönnum. Hversu mér núna færð þú bara bókstaflega orðið beint til stúkuna, til valsarana sem að ég veit kannski einhverjir efasemdarmenn sem nenni ekki að fara að leggja lengst frá að labba. Hvað vilt þú segja við bara stuðningsmenn Vals fyrir móti? Orðið er þitt, Kjölsson. Ég vil bara segja það að það sem hefur verið í gangi hérna er að það er allir að tekka í sömu átt hérna, Hlíðarenda. Áhorfendur, leikmenn, þjálfara, stjórn og allur pakkinn og við höfum svo sannlega fundið fyrir því að það er stuðningur með okkur og mjög jákvæð stemning og það er ekkert skemmtilega heldur en að fara á alveg útivöll eins og þeir eru nú allir þessar útivellir en að fara í svona slag og finna það að maður sé með sko fólkið sitt með sér og sko marga rauða valsmenn í stúkunni að hvetja okkur áfram. Það gefur okkur alveg þvílíkt búst og leikmenn við ræðum um þetta og allt sko þegar það er brjáluð stemning og við bara finnum fyrir því að fólk er annt um þetta og ég skora bara á alla bara sem vettlingi geta valdið að mæta á Samsung-völlinn á morgun kl. 19:15. Mæta snemm? Já, mæta snemm og við gerum þetta bara, þú veist, að geggjuðu kvöldi sko, ég meina við leggjum okkur fram, það er alveg á hreinu í þessu. Þetta verður mjög tætt og við þurfum stuðninginn og svo geggjulið að spila. Það viljum við meira. Þetta er það sem fólk líður fyrir. Áfram Valur og gangi ykkur vel. Er það ekki það? Jú, ekki spurning. Alltaf það. Bjössi minn, gaman að hitta þig. Eins og stundum aður.